að fara á það sem við markaðsfólkið tölum svo Óskari og fara á lúðurinn. Markaðsfólk rosalega svona sérstakur hópur af fólki. Auðvitað keypti ég mér glænýja hvíta Adidas sko, því ekki vil ég að markaðsfólki líti niður á mig. Og til þess að falli hópinn líka ennþá betur, ég fekk lánaðan hennar Benz hérna, Benz EQE SUV. Hljóta að taka mig aðeins alvarlegar ef að ég á 18 milljón króna bíl. Ég náttúrulega ekki einn að fara á hana lúður, heldur hann Atli vinur minn hérna með mér. Við Atli erum sem sagt starfsmenn við Háskólann Bifröst. Jú. Erum á markaðssviðinu þar. Og af hverju erum við að fara Atli á lúðurinn núna? Við erum bara að fara að sækja hann. Háskólann Bifröst tilnefnt í flokki umhverfisauglýsinga. Og við erum hérna 2 sem eru tilnefndir aðalega sko. Svo er hún Helga Guðrún, hún með ykkur hérna líka. Þetta eitthvað Builders eða Builders. Builders. Ég ætla allavega ég skrifa nafnið á græðinum hérna. Þessar græður eru geðveikar. Sko, ég er meiri áhuga því hvað það heldur að fólk haldi okkur þegar við erum á þessum bíl. Við tökum náttúrulega benslíkilinn með okkur inn á hátíðina, sko. Já, og sýnum fólki. Ég kannski leiðrétti með bílaþekkingu mína. Ég veit að bílar hafa 4 dekk og þar það er eins langt og það nær, sko. Það er bara eins og allir aðrir benseigendur eru. Bara besta markaðsfólk Íslands verður á svæðinu. Hvaða þýðingu hefur það fyrir okkur þegar við vinnum þennan lúður? Þegar við vinnum hann? Benz mun hringja okkur, sennilega. Ég held að það verði bara stutt og laggott e-mail sem við fáum sem er bara haldið í bílnum, sko. Þurfum við að gera okkur klára að við erum rétt að byrja. Næsti lúður verður síðan bara fyrir þetta projekt hérna. Þið eru sem sagt að horfa á næstu lúðurstilnefningu 2024. Akkúrat. Núna. Já. Hérna ættir rauðdreiðillinn að vera. Hann er hann. Já. Nei. Ég er svolítið hræddur að sé bara engin rauður dregill hérna, sko. Ég vona að verði kampívar. Kavíar og kampaðir. Já, blandar þess að saman og hristir í kokteil. Svo bara... Sigurinn risatölva, Háskólinn að Bifröst og Sundlaug. Hverju verður að segja eitthvað, sko? Takk. Dreifinn, hann er blár. Ég viðurkenni það fúslega að í gærkvöldi vorum við drengirnir bara með dólg. Héldum aldrei að við myndum vinna í alvörunni. En ég meina, game on, Mercedes. Þessi bíl, hann fæst í 3 mismunandi útgáfum. Þú getur fengið hann í Pure, Professional og Power útgáfu. En í dag erum við á Power útgáfunni og í þessari Power útgáfu merkilegt nokk ekkert mikið meira power en í Pure eða Professional útgáfunni. En það sem að Power bílinn hefur alls konar AMG útlitslegt dót. Eins og til dæmis að þá þessi bíl á 21 tommu AMG felgum sem eru alveg annað AMG í þessum bíl til dæmis mælaborðin og áferðin á því. Þið sjáu það fullt af svona litlum bensstjörnum hérna út allt og þetta eins og vélarhlífunni á Formule 1 bílu þeirra. Svo þið kíkið á grillið og það virkilega fallegt og fullt af svona bensstjörnum og svo framvegis út allt. Ég er samt ekki alveg viss að þetta grill muni pluma sig vel í íslenskum vetri. Hvernig haldið að steinkast og annað fari í þetta? Þessi tiltekni EQE eru 292 hestöfl og hefur hann einhver 765 Nm að togi. Vissulega hægt að fá EQE 500 útgáfuna og þá bætast hestöfl við og 0 upp í 100 tölur og svo framvegis. Stærð rafhlöðu þessa bíls eru 90 kWh og uppgefin drægni hjá framleiðanda einhverjir 551 km. Talvan í þessum bíl, hún gefur upp 2 drægnitölur. Eins og til dæmis núna að þá segir bílinn að ég geti keyrt 269 km á þeirri hleðslu sem ég á eftir. En hann segir að max-drægnin geti verið 370 km. Það segir með það að bílinn að taka með í reikningin að ég geti keyrt mismunandi. Það getur verið brekkur á leiðinni, það getur verið brekkur upp, það getur verið brekkur niður, það getur verið fullt af flutumköflum, hitinn geti hækkað, hitinn geti lækkað. Þannig að það ekki bara einhver ein tala sem að bílinn tekur sem heilugum og sjálfsögðum hlut. Þessi Mercedes 4MATIC eða fjórhjóladrifinn og þess vegna jú eðlilega stilling á honum sem að gera manni auðveldara að setja á hann keðjur til að drífa betur í snjó. Svo líka hægt að hækka og lækka bílinn út af því hann á loftpúðafjörunum. Ekki nóg með það að það sé bara hægt að setja á hann snjókeðjur og hækka hann og lækka. Heldur
er meira að segja takki hérna inn í aðþrengingarkerfinu sem heitir Off-Road. Og hérna má finna áttavita og hallamæli og alls konar græjur sem maður myndi nota ef maður væri að keyra utan vegar eða upp á jöklum eða eitthvað svoleiðis. Þið vitið staðir þar sem þessi bíl mun sennilega aldrei finna sig. Svo hellingur af plássi hérna aftur í. Ekkert nema hausapláss og fullt af pláss fyrir mér. Þótt að þessi bíl sé 18 milljón króna stuðutafn að þá keyrir hann samt eftir vermiðanum. Að sitja í honum er ógeðslega þægilegt og það er hægt að stilla sætið bara eins og þér dettur í hug. Ég hef sjaldan sitið í bíl sem að hefur sæti sem er jafn stillanlegt og þetta sæti. Svo er fjöðrun í honum alveg frábær og finnst mér ég ekki verða á var við hvað bílinn er þungur meðan við marga aðra rafmagnsbíla. Oft vilja rafmagnsbílar vera óbúðslega miklar hlussur en ég hef ekki á tilfinningun okkur núna að ég sé að keyra einhverja hlussu. Bílinn hefur fjórhjóla stýringu eða four-wheel steering. Það þýðir að öll fjögur dekkin beygja þegar maður er að beygja. 99% af innréttingunni í þessum bíl eru svona mjúk efni, fallegt leður, einhvers konar fallegt burstað ál og svo framvegis. En það er eitt sem að Benz klikkaði á og það er svona neðsti hlutin á hurðunum út af að það er svona nasty plast. Eitt annað sem er pínu vandamál í þessum bíl, það er að aðgerðarhnapparnir í stýrinu eru svona touch sensitive og er það eiginlega bara virkilega gott réttnefni út af þeir eru mjög snerti viðkvæmir. Mér finnst það ekki bregðast rosalega vel við öllum fínhreyfingu sem ég er að reyna að gera hérna við stýrið, þannig ég fer eiginlega alltaf í afþrengingarkerfið. Stundum þegar ég var yngri að þá langaði mig að kaupa mér Mercedes-Benz en þá sagði mamma mín alltaf við mig: "Ertu nú viss um að þið viljið kaupa þér Benz? Það eru bara alltaf einhverjir gamlir kallar sem að keyra svoleiðis." Það er ekki svo fjarri lagi hjá henni því að ég held að helsti markhópur þessa bíls séu karlmenn á aldrinum 50 ára og upp. En það er kannski ekkert ofboðslega skrítið. Af því að þú þarft sennilega að vera vel yfir miðaldra karlmaður til að eiga efni á svona bíl. Þannig að það má sennilega segja að markhópagreiningi hjá henni móður minni var alveg spot on. Ég er mjög yfirborðskenndur. Ég er shallow as F, sko.